fugl held ég Geðveikt Já, hafið þið ekkert farið á leika? Ég farið 5 sinnum, ég fór með hann einu sinni. Það hvað leik fórið á? Fórum á Liverpool Sheffield Já, Liverpool Sheffield Vorum í kofstúkunni. Jaha, hvernig upplifum við það? Geðveikt Það ekki? Jú Erum við byrjaðir? Við erum byrjaðir Já, listu Já, ég vil fá aðeins svona rátt spjall inn í þetta Ég vil alltaf fá smá rátt spjall við, sko þeir eru mætti kóngunni sjálfur Sko, maður hefur nú eitthvað svona 12 skipti byrjað að æfa sig fyrir marathon en einhvern veginn aldrei náðu að rata Nei. Ekki einu svona í 3 kilometra hlaupi, sko, latabæja hlaupi Já, þeir rata á hverju ári, ekki? Undanferðið Já, þú veist Öll marathon Já, svo, þú veist, þegar maður sá myndir af þessum drengjum þá hugsa maður bara svona Wow, that's a beauty That's a beauty Enda keftu þið einstök breddbóli Það er bara svoleiðis sem er geðveikt Já Takk aðeinslega Já, bara verðið ræði, sko Við sáum þig í honum og við hugsaum, herðu, það er búið að selja okkur þetta Geðveikt Það er bara svoleiðis Herðu, Andri og Ingi, hvernig eru þið? Bara mjög næs Bara helviti góðir Það ekki? Bara takk fyrir að bjóða okkur, algjör heiður að fá að vera bara geggja að fá ykkur Bara Þú ætla að setja mækinn aðeins svona nær Við erum bara heppnir að fá ykkur, sko Við erum heppnir að fá að koma í bara besta podcast landsins Það ekki? Það er bara svoleiðis Mjög næs Mikil heiður Hvað hafið þið þekkst lengi? Við erum búin að þekkjast hérna 2015 Já, ok, þetta er 2010 ár Já 10 ára afmæli 10 ára afmæli Það er reyndar rosa Mjög næs Bara Hvernig kynnstu þið eiginlega? Frá hérna félagsmiðstöð Já Og hvernig fannst þér að hitta Andra svona í fyrsta skipti? Var þetta ekki vandræði að gemsi það? Jú, mjög Er það ekki? Er ég búin að róast mikið núna? Já En hvernig? Kannski út af því að þú byrjar á þessu mati hátilifum Æ, ég er svona hættur núna Já, en þú hættir Er það mikið? Nei Bara Það er alltaf leið sem smá ofur Mjög næs Ok, Það er alltaf gott að hafa eitt lífandi með sér, sko Mjög næs, já Hvað var Andri bara einhver boltaðstrákur? Já, bara fótbolta reykja Sítt hár Varstu með sítt hár? Já, sítt hár Það er að setja hár. mækinn nærðir Og svona, já, geggjað Já, sítt hár fótbolta reykja, sko Já, varstu boltanum Já Þetta ræktin og bara óvart hjá mér Jaha Við ætlaði að vera bara í ár, sko, en svo var maður bara háður Hvað ert þú að gera? Þú er að laga mækinn hann að getur verið alveg Já, bara fastur Já Þið þurfi ekki verið Er þetta alltaf læg svona? Já, þetta er perfektó, sko Flottur svona En jú, við kynnumst þarna félagsmiðstöðin Askja Askja, já Fyndið að segja frá því, sko Ég veit þetta í Guði stráka podcast Það má alveg segja alveg eitthvað svona aðeins Já, bænum, sko Ég var svona eitthvað 18 ára búin að skýta á mig nýkomin heim úr ykkur ferð á bene, sko Já Og mamma var að skammast í mér og er að fara að gera eitthvað maður Þú ert ekki í skóla og að finna þig vinnu eitthvað Svo ringir eitt félagi minn í mig sem er svona elskar að fá sér svona ennþá í dag eða, sko Mætti 2 daga með mér, hefur mér nýja vinnu Svo bara mæti maður þarna og þetta var geggjað kynnist Inga og búin að vera límdið saman bara í 10 ár 10 ár Það er geggjað maður Fórum eins og upp í mat til mömmans Já Það var lasagna kjúklingalasagna Það er gott Og ég fekk að smakka hjá Andra og það var bara geðveikt Og ég er búin að elska það síðan Ég er búin að vera að biðja að fara þangað Það ekki? Jú, mjög næs Það er eiginlega alltaf best að fara einhvers bara svona í mat til mömmu Já Og háma gjör svo lýsið þar, sko En hvað er svona skemmtilega sem þið gerðuð? Bara í heildina Já, bara svona yfir þessi 10 ár Já, var það ekki bara Tene og Liverpool? Tene og Liverpool Það ekki Hvað er Við fórum til Tene 2023 og Liverpool 24 Liverpool 24 Pæliði, þú veist, við höfum geðið sem við farið til útlanda saman Verði ekki bara að fara saman? Jú, við förum hérna 9. maí Já, Liverpool-líkinn En Teneferinn, ekki fara hans í gegnum hana? Jú, við getum gert það, sko Hvað gerðu þið þar? Hvað vorum við að gera það? Trolluðum bara mjög mikið Vorum mikið í sundlöginni bara líka En, já Þannig átti líka að vera Það átti bara að vera bara á hótelinu í sundlöginni Og átti ekki að fara út á hótelinu Bara boysar í hitanum Sundlögin Viltu segja frá sögunni þegar þú hittir ekki stólinn? Já, ég var svo fullur Nei Jú Ég labbaði á vegg
ég ætla að setja sig í hjólastól, labba á vegg og búin að drekka kannski ómikið settist í hjólastólinn og labba á vegg Já, maður hefur nú fengið sér aðeins svo mikið í tána sko. Komin í ómikinn gýr í hitanum, það hefur vel gæst sko. En jú, þetta var bara þægilegt Við vorum bara með ströndinni og mjög næs Siam Park og Sundlaugargarðinum þetta var geggjuferð mjög næs fórum aðna 3 saman, ég, hann og Maggi besti vinnur hans geggjaðir Herru, tölum að sér þetta marathon Hvernig datt ykkur út í hug og hvernig gerðu þetta fyrst? Við gerum þetta fyrst 2022 þá byrjuðum við bara 10 kilometrum 10 og tókum það á klukkutíma sko. klukkutíma, já sem var bara, það var helviti gott við æfðum ekki neitt sko. Við æfðum ekkert í marathoni og ekkert í world class bara svo tókum við neldum þetta bara það tókum við hálfmarathon árið seinna það var eiginlega erfiðar en heitt það ekki þetta við æfum ekki neitt heldur sko við æfum ekki neitt ég tók stigavélina eitthvað bara tvisvar sinnum fyrir þetta sko Nú ert þú einkaþjálfari en finnst þér létt að hlaupa eins og fara bara allt í einu bara í hálfmarathon Nei, mér finnst það mjög erfitt sko mér finnst það alveg því að maður alveg 92-3 kíló það erfitt að hlaupa með hennar skrokk sko Það það sko Látt okkur það ekki það sko En ef við gerum þetta aðeins öðruvísi núna fyrir marathoni við hugsaum bara sko ef við ætlum að gera þetta þá verðum við að æfa okkur að gera þetta alveg lega sko þannig að við fórum saman út að hlaupa 20 kilometra 25 kilometra Svo æði ég með pappa hann hlaupari, ég tók 30 með honum og svona við vorum vel undirbúinir sko. Það enda góður undirbúningur sko. Annars æði við líka átt breyk sko. Hann hleypur líka í laugaskokk Já, pabbi, okay. Hann hjálpaði okkur aðeins með þetta og svona Hann veit hvað hann er að gera Já, gott sko Hann sagði okkur samt að við ætlum ekki að fara í þetta út af því að hann sagði að þetta var mjög erfitt og hann var alltaf að setja að vera geðviki og það var mér sem búið að segja við mig að við getum ekki auka mann að línu en ég myndi vera þreyttur ég tók það ekki mál sko. það var ekki sjans ekki sjans bara saman alla leið þetta var mögnu tilfinning að koma í mark, fannst þér það ekki? Jú, mjög næs bara það var mjög margir sem voru bara að njóta bara mjög næs maður færi bara gæsa og hugsa þetta sko, því við degi böð báðir fyrir utan sko fæðingu barnana mína þetta er eitthvað magnaðasta tilfinning bara sem ég hef fundið bara koma í mark, maður vissi ekki maður þetta gráta eða slæja ég hef nefnilega alveg hugsað svona 500 sinnum hvernig það væri þegar ég er að koma í mark eftir 42 km ég á bara eftir að upplifa það þið verðum að prófa það sko þetta var styrla sko En hvað fóruð þið 10 km á klukkutíma? Klukkutíma, já Það er nú bara mjög góð tími þegar ekki? Mjög næs Það var heldur góð tími, svo tókum við hálfmarathon á 2:24:52 Já, 24 Og marathon á 4:31 Já, það er bara helviti góð mjög næs Við vorum búin að ákveða svona 5:15 5:15 væri svona markmiði sko En svo fórum við eitthvað bísmót sko Já Við fengum að, ég sko tók úrið ekki með mér ég vildi ekki sjá tíman, ég vildi ekki vera eitthvað svona eitthvað lélega vera bara í sóninu Þannig ég sá þarna 10 km skilti og spurði ykkur á konu hvað er tíminn og hún eitthvað 58 eða eitthvað, þá var ég bara okkur Ingi, við höldum bara áfram, kerum þetta áfram sko. Var ekkert svona í þessu marathoni sem var bara svona herru, nú stoppuðu bara herru, nú komið hérna krampi eða mér íst í bakinu eða whatever Jú, varst þú góður? Ég var alveg góður en ég fekk krampa en í lokin þá fór Andri bara niður á jörð bara hann nú fyndi atvik, mjög fyndi atvik bara þá var einhver starfsmaður í Reykjavík sem þurfti bara að toga í hann og tegja á ég kallaði á starfsmanna og sagði hann að tegja á mér og laðist í jörðinu og hún bara slæði á mér ég var eitthvað að grínast og ég bara nei, hvað er alveg það var að tegja á mér sko eins gott að þú þurftir ekki bara að fara í sjúkraþeldi hann aðeins lengra svo stóð maður upp með krampa í rassinu en við bara tókum þetta bara Engi sagði þú ekki þegar hann leggst í jörðinu og segði bara rífðu þið í gang halda bara áfram við erum alveg að koma í mark og bara hvetjandi með bara svo svekkjandi þegar við vorum undan Rúnarhróð allan tíman hann náðu okkur þarna sko hann var svekkjandi, hann hætti klára rétt undan okkur það verið gaman að undan honum væri geðveikt en frænka mín samt sem var að hlaupa sem ákvað í daðins þegar þú varst að fá krampa þá ákvað hann að íta aðeins Sundabrautinni
Nei, hún ítti ekki neitt. Ekki? Ertu búin að drekka? Nei Hún spurði hvort hún vildi hjálpa Já, hún spurði en við vorum bara ekki séns. Ekki séns, bara go for it, bara áfram bara. Þetta var geggja maður. Mjög næs. Sáu þið fleiri eitthvað svona eins og Rúnarhróðið, þú veist, hann er svona smá frægur og svona, sáu þið fleiri fræga í marathonlaupinu sem við hugsaðu bara svona, herru, tökum fram úr þessi gerpið hérna? Manstu eftir ykkur? Nei. Við vorum svona undan mörgum. Við vorum mjög undan mörgum, en það var einn sem þurfti bara að fara á spítala. Aha. Já. Hann var bara, held ég, 2 mínútur frá okkur. Já. Náðu hann að klára það? Nei. Já, ok. Hann þurfti að fara á spítalan bara. Á tapaðan. Já, bara svo leið. það tapaði, en fekk að vita samt tíman á spítalanum. Ykkur í marathoninu hringdi hann og sagði honum. Já, ok. Já. Ég ætla að fá að taka ykkur aðeins í þetta svona hvað er uppáhalds. Andri, þú byrjar á að svara, svo svarar þú eftir á. Ok. Hvað er uppáhaldsæfingin? Í ræktinni? Já, bara deadlift, ég elska deadlift. Já, ég elska. En þín? Deadlift. Það er deaddarinn. Þetta eru 2 dead bræður hérna með okkur, sko. Herðu, uppáhaldsmoment á æfinniðinni? Bara krakkarnir fættist utan börnin. Já, þá er þetta sem við varst að tala um aðan. Tala um aðan minga, þetta var útrúlega moment. Líka bara að knúsa pappan, sko. Hann er svona gamli skólinn, svona ógeðslega næs, en hann er gamli skólinn og hann knúsaði mig og fór að gráta og ég fór að gráta líka. Þetta var bara, og svo að knúsa Inga, þetta var magna moment, sko. Já, geðvikt. Hef ég eitthvað? Ég veit það ekki. Hann spyrði eftir. Ok. En þitt uppáhaldsmomentið? Það er eiginlega bara þegar ég var að fara í mark. Bara sama? Já, bara geðveikt. Bara knúsa pappa. Já, það er líka. Líka bara momentið sem gerðist hana. Algjörlega. Bara falleg stund. Geggja, það er líka bara, þú veist, þegar gamli skólinn fyrir að gráta, þá veistu þetta falleg stund. Ég var eiginlega nýbúin að missa afa minn hana. Hann var með mér eiginlega allan tíman bara í marathonu mér og andra. Bara, já. Fyrir afa. Já, geggja. Fyrir afa. Herru, erfiðasta sem þú lendi í? Á ævinni? Vá, þetta er góð spurning, maður. Vá. Er það hætt á ADHD-lyfum? Nei, kannski ekki það. Erfið sem ég lendi í, Þessi djúp, sko. Jú, ég held ég veit það. Ég veit það, sko. Ég er þetta veikur Liverpool maður, er það ekki þegar Stevie G hefur runnið á raskandi? Ég ætti þér að segja það bara, það kemur ekkert annað upp. Já, vond stund, sko. Þannig að þú þekki það, sko. Já, ég þekki það manna best, sko. En þín ekki? Bara, ég var United maður. Já, varstu? Já. Ég kom ekki nált þessu, hann ákvaði þetta bara sjálfur. Ég var United maður og það var erfiðast að vera mannjum maður. Þessi hérna ákvaði að pressa kannski aðeins. Ég leti vera með þetta. Ég ákvaði að fara bara yfir í Liverpool og þá voru allir vinn mínir sem voru í Liverpool. Hvað er langt síðan? 2-3 ár. 2-3 ár. Skiptir ágætist tíma. Ég sá eiginlega ekkert eftir ég að fara yfir í Liverpool. Nei, þeir tóku vel á mótið þér. Já. Geggjóð. Bara þó þeir séu stundum fáránlegir þessi Liverpool-stundum, það eru oft líka góði menn. Það er bara svo leiðis. Herðu, uppáhaldsbíómynd? Harry Potter. Harry Potter. The Rocky. The Rocky, maður. Herðu, uppáhaldsþættir? Friends, ok. Nágrannar. Alvöru. Já, ræðum þetta aðeins. Hvað heldur þú að hórt á marga þættar nágrannum? Mjög marga. Ég veit í hvað marga. Það ættir að giska. Meir en 200. Meir en 200. Já. Þú ert alveg nágranna fan, eða? Já. Hver er svona uppáhaldskarakterinn í nágrannum? Pool. Það er Púlarinn, gamli góði, gráhærðið þarna, sem lítur út þessu lögfræðingur. Getinn, það er litli góngur. Þetta var alltaf í gangi þegar maður kom heim úr skólanum, það var alltaf nágrann, sko. Þetta var góð tímar. Mjög næs. Já, ef það var bara nágrannar í gangi, þá vissur bara svona, það er bara fínt heimilislíf. Líka eða bara eftir fréttir. Fyrir fréttir. Já, fyrir fréttir, Geðveikt, sko. Herðu, uppáhaldsmatur, Andri? Nautalund og Bernes, gamla góða, sko. Finnst ykkur ekkert erfitt að tyggja kjötið? Það getur verið, sko. Ég nefnilega var að, ég eldaði með mínútustek í dag, sko.
Mér var svo erfitt að tyggja, ég var að tyggja Já. og þá var hálfi bitu upp í mér og hinn fara niður fattarðu. Ég fætti hvað með Tengirðu við þetta? ég vil líka alltaf sko aðeins minni með tímum reyð Já, það, já. Það getur verið erfitt sko. Það getur verið erfitt, sko. Það þurfa að vera góð gæði. Ég er líka saman Andri, bara mínútusteik bara. Já, gamla góða, Gamla góða með bernes. Já, gamla góða, sko. En Nei, þú veist hvað uppáhaldsmaturinn þinn er. það Er ekki síldin? Það er síldin. Hann elskar síld. Hann bara síldin, ekki pepperoni. Ég borða ekki pepperoni en ég bara síld Gerðu að gera grín að og hákall og skötu. Alveg Mér finnst Þú það bara- ert gamli skóli. Ég er gamli Hann skólinn, er já. svo gamli skóli. Alveg Ég get Íslendingur, borðað þetta. Þetta er ég ánægður með það, Pabbi frá Ólafsvík og það eru margir þar sem borða. Já, geggja, þetta fíla ég, sko. Ég til dæmis sonur sjóara en get Já. ekki borðað saltfisk. En Nei, það er svona, já, þetta er blandað af nýja skóla og gamla skóla. Það hafa verið stótt svona komið upp. Já, erfiðleikar mætast. Já, en hvað segir, hvað er eins og framhaldið? Ætla að taka aftur þátt í marathoninu? Ég held að Ég hef enga orku. bara núna. Nei, bara slakið núna. Bara slakir. Það var alltaf pæling að fara í Ironman sko. Já. Það? Já. Það er hugmynd sko. Hugmynd, Kannski ekki alveg strax. Ekki alveg strax, við þurfum að æfa aðeins meira. Rúnar Hróður er að fara í Ironman. Rúnar, já. Hvenær? Ég veit ekki hvenær það er, en hann gaf út einhverja tilkynningu. Já. Það er kannski að heyri í honum og joina. Við þurfum að heyra um að joina. Fyrir að æfa. En maður þarf að synda, hjóla og Hlaupa. hlaupa. Þetta er rosalegt, við gætum að senda leið. Við gætum þetta alveg, já. Já, ég blessa að verið. Þið getið allt maður. En þurfum við ekki að, eigi ekki svona mynda ykkur sem eru að koma í mark og þau þurfum bara að setja svona plakkat eða Jú, eitthvað? við þyrstum vel að gera það. Jú. Já, það ekki, eigi þetta á ramma og Já. ég myndi prenta út svona 20 svona plaggut, setja þau bara einhvers þar, bara Já. smára lind Já. eða eitthvað hérna og Já. það verður konganir, sko. Konganir. Já. En hvað er svo framhaldið á ykkur, tveimur? Það er Þetta er bara rosalega leðilegt. rosa mjög leiðilegt að hann er að hætta með mig núna bara eftir mjög langan tíma. Eftir 10 ár. 10 ár. Já, Og ég var að flytja í íbúðakjarna. Já, til hamingju með það. Takk aðeinslega. Þar er starfsfólk sem er með mig allan tíman sem liðveisla. Já. En mér finnst það samt mjög sárt en maður þarf bara að taka því og en samt er Andri mjög leiður og pirraður. Þetta er bara erfitt fyrir mig líka sko. bara, Þetta er þetta ótrúlega fúll sko. Við erum bara saman í 10 ár. þetta er langur tími. Já, já. Við erum alltaf saman, ég, hann og Maggi besti vinir hans. Svona, þú veist, við erum bara eins og bestu vinir. Bestu vinir bara. En við erum áfram bestu vinir. En Já. mér finnst þetta bara mjög ósanngjarnt. Því að hafa sagt við mig að ég fengi að vera áfram með hann. Já. Aðeins fara í tíma Já. og svo ringi bara eitthvað gæi í mig frá Reykjavík sem er að leysa af og tilkynni mér að ég þarf að hætta með hann sko. Já. Mér finnst bara ekkert vera að hugsa um yngar Nei, nei, þarna sko. nei. Búin að, veist, jú, ég veit ekki ekki að hann sem er Reykjavíkborgar er flott en ekki sumir. Nei. Það, Þetta er náttúrulega mjög leiðilegt að þið eru búin að mynda tengsl síðustu 10 ár já. og nú er svona, er komið einhver bara nýr kjarni eða eitthvað og svo bara eins og ég sé að vera að slíta tengslin bara. Já. Já, mér finnst eiginlega eins og ég segi ekkert vera að hugsa um hann þarna. Nei. Mér finnst það, þeir eru bara að hugsa um eitthvað, ég veit ekki, spara pening. Spara pening. Já, mér finnst það mjög lélegt sko. En við verum áfram alltaf vinir. En við verum áfram vinir. Þú mátt kíkja í heimsókn hvernig sem er. Kíkja í heimsókn bara. Leiki og eitthvað Horfa á svona, leiki. sko. Já. En ég skor Reykjavíkurborg aðeins að rífa sig Í gang. Já, ég með meina, svona sko. ef þið myndir bara taka allan peningin sem er sekta bíli minn, Já. þá er þið bara búin að borga þér, sko. En þeir sem er að vinna í Reykjavíkurborg verða að hlusta á hana þátt og hlusta á hvað við erum að segja, Já. hvað Reykjavíkurborg er að gera. Mér finnst bara mjög rangt að, já. Já, skoða þín mála eins Bara, betur með, Já, líka Já. bara mál með falla. Mér finnst þér oft eins og þeir sem bara, ég veit ekki, bara kerfið segir eitthvað og þá er það bara Já. svoleiðis. En Mér leiðilegt. eiginlega bara allir íbúðakjarnar þeir, fólk lendir í því þannig að fólk er búið að vera í liðveislu í dálítinn tíma og er að missa það. Já. Að er ekki Ég með lendi í sama með Magga besta vinnans ég var með í liðvislu ykkur 7 ára eða eitthvað, svo gerist það nákvæmlega sama skilur, það er ógeðslega leiðilegt. en hann borgar núna bara í eigin versa. Já, ég gef hann bara eitthvað grínverð sko, en þetta er svona, það er ekkert verið að hugsa um þessa krakka, Nei, nei. þeir þurfa þetta og
Já. Ég þarf þetta líka. Þú þarft þennan pening. Ekki peningin, rólegur, ekki peningin. Ég var að tala að vera með þér og ákjör. Mér og bara... Andri vill bara seðlana. Andri það bara seðlana. Allir sagði seðlana. Það væri Andri komin í norður á. Já, ég er bara fýblast. Að fá bara að vera með þeim og líka bara sem við höfum alltaf verið að gera, bara eitthvað horfa á fótbolta, fara í sund og bara gaman að þessu og vera smá svona rugglaðir inn á milli. Gaman að þessu. Ég myndi að fara að velja eitthvað veitingastað í næstu viku, ég er að brjóða honum og kærastinn hans. Já, geggjað. Bara sensta kvöldið, bara njóta. Mástu ég ætla að borga, ætla að velja eitthvað dýrt. Andra ætlar að borga en ég mun ekki borga, nei, fara eitthvað dýrt Jú, blessa, þurfum ekki að fara á Sushi Social og Linn. Þú tekur bara dýrustu steikina. Ég sendi á þig Þið sendi bara á mig SMS. Þið sendi bara SMS á mig og þið komi bara Það er bara svoleiðis. En já, þetta er svona djúp vinátta sem að skapast ekkert á einhverjum einu ári eða eitthvað. Nei Þannig það mætti alveg fara að skoða þessi mál. Ég held að séu allir sammála sem hlusta á þetta, er allir sammála það. Já, ég vona að þeir gera eitthvað í sínum málum með þetta. Já, algjörlega. Herðu, við þökkum ykkur kærlega fyrir komuna. Takk æðislega. Geggja að fá okkur. Takk æðislega. Ingi og Andri, þeir eru okkar menn. Geðveikt að fá okkur. Minnsta var. Eins og ég segi, bara besta podcast Besta podcast. Það er bara svoleiðis. Og þeir eru mestu kongarnir, sko. Takk æðislega. Takk Takk sömuleiðis. Takk æðislega.